Sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Ásdís Olsen heiti ég og mér langaði svolítið að tala útivist og hreyfingu í dag með einum helsta áhrifavaldi Íslands, myndi ég segja, Brynhildi Ólafsdóttur sem hefur komið víða við. Bæði fjölmiðlakona og stjórnmálafræðingur og mikill frumkvöðull á sviði útivistar. Og hún talar að útivistabras hefur gert það í rauninni, útivistabras af sínum lífstíl og lífsviðurværi. Þetta ekki góð kynning? Jú, þetta dásamlegt. Langt sem ég heyrt stjórnmálafræðingur, en það rétt, ég læriði stjórnmálafræði og alþjóðastjórnmálafræði. En já, bras svolítið orð sem við tekjum við þig. Já, það bara svo gaman að hafa pínu fyrir hlutunum, þess að þá kann maður svo vel að meta þá og maður alltaf svo glaður eftir á og maður manu þetta mest og best eftir svona einhverju sem maður þurfti að hafa fyrir. Þú hefur nú heldur betur ögra sjálfur þér og mér langar alveg að tala hérna aðeins það, hvernig þú hefur virkilega bara verið stundur nær dauða en lífi í þínum ævintýrum og að strétta á hann að segja mig frá því og varst bara í lífshættu fyrir stuttu síðan. Já. Og kannski það Úgandadæmi, svo Grænlandsjökull, þar sem að þú léttist 10 kíló og hélst þú myndir ekki hafa það af á síðustu metrunum. Já, þetta kannski ekkert mjög góðu vitnisburður þennan lífstíl. En já, í báðum tilvikum að þá þetta í rauninni veikindi, ekki slys, heldur svona veikindi sem að svo koma aftan að þér. Já. En ég meina, þín lífsafstaða að þetta sé bæði heilsusamlegt að ögra sér og fara út fyrir þægindarhringinn og þar verði til einhver þroski og styrkur þetta bara svo algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur og mér finnst sjálfri að bæði eftir því sem að maður eldist að þá manni hættari við að svona minnka ramman sinn og halda sig, við verðum svo ofboðslega vanaföst og við eigum svo erfitt með að gera eitthvað sem öðruvísi eða ögra okkur einhvern veginn út fyrir og þess vegna þetta svo hollt að gera þetta, af því við annars lokustu alltaf meira og meira inni og það svona þetta andlega á þessu andlega sviði þá þrengjum við að okkur og við verðum að pota í þetta, við verðum alltaf aðeins og það ekkert verið að tala að gera eitthvað hættulegt eða þú veist, við erum ekki að tala það, við erum bara að tala að vera opin fyrir því að pröfa nýja hluti, fara á nýja staði, læra eitthvað nýtt, þetta getur verið alls konar. En útivistin síðan svo kemur það ofan á sem að bara þessi lífsnauðsynlega náttúrutenging. Já, sem nærir okkur og gerir og býður upp á þessa hreyfingu og heilbrigði og tengsl og allt mögulegt sem að tengist því sem þú hefur verið að gera. En það sem að mér datt í huga að byrja á út af því að þegar ég fór einhvern veginn að setja mig í stellingar fyrir þetta viðtal þá fór ég að veltaði fyrir mér þú ert búin að draga fleiri þúsund Íslendinga upp úr sófanum í útivist og hreyfingu. Og ég fór að hugsa hún búin að spara heilbrigðiskerfinu alveg gigatískt fé og örugglega auka heilbrigði og hamingju og lífslengd margra Íslendinga. Takk fyrir það. Ertu búin að fá fólk áruna? Ég hef aldrei spáð í neitt svona. En ég mér finnst æðislegt þegar að fólk finnur ljósið í því að bara áttar sig á því hvað þetta mikilvægt fyrir okkur, ekki bara líkamlega heldur andlega líka að fara út og finna þessa náttúrutengingu og vera sem mest úti. Og það þarf ekki, eins og ég var að segja, bara fara út og ganga hverfið þitt eða niður í fjöru og horfa á, þú veist, öldurnar og þetta gefur okkur ég held að það finni verði allir glaðir þegar þið gera þetta. Maður sér aldrei eftir því að standa upp og fara út útidyrnar heima hjá sér og gera eitthvað svona. Og þetta er svo mikilvæg tengsl sem við finnum þarna
og við á Íslandi, við erum svo mikið forréttindafólk vegna þess að við þurfum ekkert að fara langt. Við getum bókstaflega yfirleitt gengið út dyrnar heim hjá út dyrnar. Já. Og ég alltaf að átta mig betur og betur á því hvað við erum, sko, njótum mikill að forréttinda hérna. Með að við fólk sem að gengur alla æfi á manngerðu undirlagi og þarf að hafa mikið fyrir því að koma sér út í náttúruna. Já, það svolítið merkilt. Ég heyri að því að það eru Japanir sem að fara í svona gætarferðir á Íslandi og þeir geta ekki farið út af gangstéttinu út í þá detta út í að þeir eru aldrei stíð og þúfu. Aldrei. Það er allt undirlag er slétt. Þetta er ótrúlega eitthvað svona sem að maður bara tekur sér sjálfsæðan hlut. Við erum búin að hlaupa og þúum allar okkar æfi. Sko. Og þetta er mikilvægt og við þurfum að viðhalda þessari tengingu að passa upp á hann og ég held reyndar að við Íslendingar séum að gera það. Við erum ekkert að hætta, það er alltaf fleiri og fleiri sem eru að fara út og njóta og uppgötva landið og bara að ferðast Já. Þannig að við erum ekki, ég vona það að við séum ekkert á leiðinu þangað að verða þessum, inni setu eða þá bara að ganga á sléttu. Já. Og ég finna það sem margt sem ég langar að koma að, sko. Það er náttúrulega bara kannski þetta ferðalag þitt frá því að vera, fjölmiðlakona í fréttum á Stöð 2 og ég man alltaf eftir fallegasta hláturkasti sem ég séð á æviminni sem var eins einlægt og heiðalegt og hægt var þar sem að þú og Logi Bergmann voruð í beinni útsendingu og ég held að all þjóðin muni eftir því en það sem að mér langaði svona forvitnast þetta ferðalegt þitt frá því að vera í svona hefðbundinni vinnu yfir í það að fara svo og stofna landvættarkonseptið hjá Ferðafélagi Íslands. Segðu okkur aðeins þess að sögu bara, hvernig það byrjar. Sko, þetta er þannig að ég fæ eiginlega þessa miklu svona náttúru ást frá mömmu minni og þannig að er mikið í ferðalegum og göngum með henni og hvernig kom það til að hún var svona útivistar kona? Hún hefur alltaf þreifst alltaf best úti og sótti gríðarlega mikið í það og þetta var mjög mikið líka bara svona andlegt fyrir hana að komast út og aftengja sig öllu og bara slaka á og þetta skilar sér yfir á mig. Þótt þetta ekki hallærislegt? Jú, þetta var pínu. Hún var líka, hún var svona líka þannig að hún var að nýta allir plastpókar voru endurnýttir margsinnis og allar fernur voru, þú veist, tæmdar algjörlega. Hún hefur svolítið skrítin. Þetta var mjög skrítin og mjög þótti þetta gríðarlega hallærislegt þegar ég var ung, sko. Ég átti svona móðursystur sem fóð með mig svona út í náttúruna. Já. Og hún, ég svona stundur skammaðist í mig fyrir hann út því að hún var, að tína upp sígardustubbar sem hún fann liggja á jörðinni og þetta þótti bara ekki neitt smart áður fyrir, ekki útivistinn, ekki endurvinnsla eða náttúruvernd yfir höfuð. Og ég er náttúrulega komin harð fullorðin þegar að hún, mamma kemst í tísku aftur, þegar að hún er bara orðin svona það sem allir voru að reyna að gera. En þetta hún var líka alltaf í því að, þú veist, að fara á kræklingafjöru, tína ber og nýta allt og rækta og kartöflu, allt saman, Hvers vegna heldur að hún hafi verið svona? Það er líka móðurleggur hjá henni. Þannig að þetta er svona, gengur svolítið í gegnum fjölskylduna. Já. Og þín börn komin á fjöll? Já, þau náttúrulega komist ekkert hjá því greiðin, en þau voru alltaf dregin með okkur. Svo svona verður þau aðeins minna æst í þetta þegar að unglingsárin koma og síðan þegar þau komin yfir unglingsárin þá komaðu bara á fullu
fullu afli tilbaka og það mjög gaman að því það, maður finnur það, maður leggur þetta inn og þetta þannig að þau kunna svo að meta og við erum að aka með þeim og það eru þau sem eru að benda okkur, sjáiði hérna skýjafari núna eða hvernig sólinn speglast eða sko, þetta að taka eftir þessu líka. Þeir að renna í blóðinu þeirra. Já, og þetta svo fallit og maður fær alveg gott í hjarta þegar að maður sér að þetta skila sér. Já. Þannig að þú ert að gefa þeim hann að stóra gjöf að hafa, tala þetta sem greind núna, náttúrugreind. Já, ég held að maður þurfi bara pínu í upphafi að setja sér í stellingar og ákveða að horfa eftir því og þetta auðvitað bara pínu kyrð. Þetta bara að setjast á stein niður í fjöru og leyfa sér aðeins að taka inn hérna öldurnar og heyra í gljáfrinu og bara hlusta á vindinn og njóta þess að láta kannski rigningu hérna lemja aðeins í andlitið á sér og byrja að hugsa þetta sem sko já, eitthvað sem að sko við getum bara notið og tekið inn og hjálpar. Já, svona nærir og nærir, akkurat. Og ég held að við séum bara maðurinn sem gerður fyrir þetta. Ég held að þess vegna finnum við öll þessa tengingu þegar við förum út og hvað þetta mikilvægt fyrir okkur. Og við eigum bara hreinlega að nýta þetta. Já. En þetta svona mitt upphaf þarna í gegnum mömmu og síðan svo kemur svona kapli hjá mér þar sem maður verður hérna pínu hvað ég segja fólki í kringum hann kannski ekki alveg á sama stað og það mjög algengt að maður hérna á vini sem að maður kynnist á einhverjum öðrum forsendum og ekkert kannski alltaf til í að hlaupa fjöll eða í útilegu eða eitthvað slíkt. Já. Og ég var orðin 20 og eitthvað þegar að hérna, við tókum okkur saman nokkur félagar úr MR og fórum í sem sagt, hjálparsveit og það var rosalega góður skóli og svo líða pínu svona ár og það eru barnegnir og eitthvað en þetta alltaf áhugamálið. Já, þannig að þú fórst í gegnum það prógram hjá hjálparsveitinni að vera sem sagt skáti. Já, þarna í upphafi. Já. Og svo þetta bara áhugamál og svo byrjar þetta að verða, þú veist, fyrirferða meira og eftir því sem að maður getur. Ég hef alltaf farið með krakkana frá því að þau voru ung, reynda að nota það eða sem sagt fara með þau í útilegur og bara hengja þau framan og það ekkert mál að gera það. En þetta landkönnuðar prógram sem að ég held að hafi verið mjög mikið nýstárlegt og sérstætt og spennandi fyrir mjög marga. Það eiginlega svona byrjar þannig að og ég tala stundum þetta sko sem ullin og spandexið, hvað ég segja. Ég kem úr ullarbakgrunnum sem fólki sem þú veist, klæðist ullinni og gengur á fjöll og svona það svona leitar út í náttúruna. Svo ertu með spandexhópin sem hérna fólki sem stundar íþróttir að kappi og kannski meira að mæla árangur og horfa á tölur og úrið og þetta og stundum að gera það úti. En svo þegar þetta blandast saman eins og það gerði í þessum landvættaþrautum sem eru 4 þrautir á sitt hvorn stað á hérna, eða sem sagt horni Íslands og 4 mismunandi þrautir og það þarf að ferðast til að fara í þær og taka þátt í þeim og hérna og jafnvel að gista einhvers staðar út á landi og jafnvel í tjaldi og æfa sig fyrir þetta. Og mjög merkilegt konsept í rauninni út af því að þið eru þið ekki búið til? Nei, við bara settum upp æfingahóp. Já. Og það sem að eiginlega, sem sagt, við settum upp, þetta eru þrautir sem að voru til og svo tóku þær sér saman og ákvaða að gera þessa landvætta áskorun og við settum upp æfingahóp sem að var að æfa sérstaklega fyrir þetta og það breytti kannski aðeins ásýndinni á því hverjir tóku þátt í þrautunum vegna þess að þarna kom sko, þetta var bara svona almennings þrautum. Já, út af því að ferðafélagi var með þetta, já.
af því þetta þá kom bara fólk inn í hópin og æfði og fer síðan, sem sagt, og það bara fólk á öllum aldrei, bara, þú veist, meðaldra konur eins og ég og fólk sem að, þú veist, var ekkert endilega búið að vera í spandex. Í spandexi. Hafði bara, einmitt. En þarna var svo fallegt að það var hægt að blanda þessu saman. Já. Og og þarna náði þessi hópur svolítið saman og hann er líka að læra, sem sagt, hvert af öðru. Þannig að þeir sem að koma úr ullinni eru að læra aðeins inn á það að æfa sig fyrir það að fara í útivistina og spandexið er að læra að njóta náttúrunar og nota náttúruna til þess að sem æfingatæki. Þú ert alltaf svolítið sniðu að búa til svona frasa. Ullarfólki, ég tengi alveg, ég er ullarfólk, sko. Já, nákvæmlega. Og spandex, já, mér finnst þetta mjög áhugavert, sko. Og þú vilt meina að það verði svona samruni þarna hjá þessum tveimur hópum að nýta styrkleika hvers annars. Já, nákvæmlega og síðan í framhalda þessu þar sem við komumst að ef þegar fólk var búið með þetta landvætta ár sitt að það var búið að æfa mikið og búið að myndast þéttur hópur og fólk hafði þetta var svo gríðarlega skemmtilegt að það myndast tómarúm þegar þetta er búið og þannig kom þessi landkönnuða hugmynd upp að við myndum bara þá gera einhvers konar ævintýri einu sinni í mánuði og við ætluðum að nota græðunar, þú veist, þannig að við værum að gera hjólaferðir og hlaupaferðir og skíða og þannig að þetta væri ekki bara fjallgöngur eins og nánast öll útivist var alltaf meira og minna bundin við það og þú væri bara alltaf í bæði útivist og reyndar hreyfing líka. Það hefur svo mikið verið þannig að það er alltaf bundið við eitthvað eitt. Þetta er alveg bylting í rauninni. Þú ert bara að fara út að hlaupa eða þú ert bara að æfa hjól eða þú ert bara að ganga fjöll. Já. Að blanda þessu öllu saman og þú getur verið í fjölbreyttri hreyfingu. Og það er líka, og það hitti alveg þráðgagvart spandexliðinu sem að er að horfa á tölur vegna þess að þetta er svo kallu krossþjálfun sem er gríðarlega mikilvæg. Já. Þú ert ekki bara að æfa sömu vöðvahópana í hvert einasta skipti sem að þú ert að gera, þú ert bara að hlaupa eða bara að hjóla eða bara skilur eitthvað. Heldur ertu alltaf að þú ert að skipta hreyfingu og þú veist og þarna kemur ullinni, þú þarft ekki að vera bestur í neinu en þú ert bara svona, þú veist, slarkfæri í öllu sem að er bara gaman, vegna þess að það er líka það sem þetta á að vera. Þetta verður að vera gaman. Ég er svolítið hrifin af sko mér langar svolítið að greina þetta með þér. Ég er svo gaman að svoleiðis að einhvern veginn átta mig á hvað verður svona mikið, akkur þetta verður svona eftirsótt og spennandi og skemmtilegt og það er svo margir nýjir þættir sem eru til hérna í þessu prógrami, þar sem einmitt þessi að vinna saman í hóp. Hópurinn er að gera þetta saman og það er ekki verið að keppa innbyrðis heldur bara eiginlega við sjálfan sig og það er ofsalega fallegt og svona mikilvægt. Ég finnst það vera rosalega mikilvægt að þetta sé félagslegt. Hópurinn er að gera þetta saman og við höfum alltaf verið þannig að ég til dæmis mjög frek í það að raða fólki inn í bíla hjá einhverjum öðrum eða setja fólk saman í herbergi þú veist. Fólk elskar það á endanum. Bara einhvern veginn og það er svo falleg vinasambönd sem hafa sprottið upp úr svona. En ég finnst líka hópurinn á að leysa þetta sem heild. Sem sagt, líka bara að koma sér á staðinn og Þannig að samfélagið er stór partur af þessu sem þið eru að gera. Algerlega. Að skapa okkur samfélag, hópur fólki sem að læra að vinna saman og er samstíga og hjálpast að og sem er svona líka grunn element í manneskjunni. Já. Og þá fer þetta líka, þetta fer að næra svo margar stöðvar sko. Já. Þannig að og ég hef stundum kallað þetta maður þarf að finna ættbálkinn sinn og það er það sem ég finnst líka alveg gríðarlega fallegt er að ég veit yfirleitt aldrei hvað fólk sem er að ferðast með mér hvað það er að gera
skiluru í vinnunni eða við hvað það vinnur eða hvað skiptir ekki máli af því það eru allir jafnir þegar maður er komin út í náttúruna skiptir engum og við höfum öll nú fæ ég gæsahúð áhuga sem hlutunum en hvað það er fallegt þetta er gríðarlega fallegt það mætast allir og jafnréttis grundvelli eins og við erum einmitt líka í grunninn sko, öll saman í liði og svo er þetta líka því fólk margir sem hafa einmitt áhyggjur af þessu, þar maður ekki svo mikið dót og eitthvað svona, þetta er líka þetta smám saman kemur og það er alltaf einhver sem er til í að lána það er þannig að hjálpastað er hluti af þessu en sko ef við höldum áfram þessu sögu þannig eru þið að vinna fyrir ferðafélagi að halda svona starfsemi úti og hafi mikið hafa mikil áhrif á það hvað það verður eftirsótt og hvað samfélagi fyrir að skipta miklu máli. Svo verður þessi þróun sem að fyrst þarna þegar við uppgötuðum að fólk sem var búið með landvættaþrautirnar það kom þetta tómarúm þannig að þá fórum við af stað með þetta ævintýra í einu sinni í mánuði sem voru landkönnuðirnir. Svo leið aðeins tími og þá áttuðum við okkur því að það sem gerðist var að þegar að fólk var að koma kannski bara með okkur einu sinni í mánuði það var smám saman að detta úr forminu. Það var ekki að nota gönguskeiðin sér nógu mikið eða fjallahjóli sitt þannig að það datt úr þessu útivistarformi að geta bara alltaf stokki til og gert. Og þannig sprettur eiginlega hugmyndin að útirhefingunni sem vettvangur þar sem að fólk er bæði að æfa sig þannig að við erum með æfingar 3 og 4 sinnum í viku þar sem við erum að æfum okkur saman til þess að vera tilbúin til þess að hoppa í alls konar æfintýri. Að geta sagt já eins og... Já, til þess að geta sagt já. En það er hérna líka eitthvað svona smá pólitík. Má ekki aðeins fara út í það. Það verður smá, krísa hjá ferðafélaginu sem að, þú veist, það sem að kemur upp já, en það er ekki ástæðan fyrir þessu. Það er ekki ástæðan fyrir að þeir stofnuð útirheiminguna. Það var búið ákveð og við erum búin að tala um það inn í ferðafélaginu alveg áður þannig að það var ekki ástæðan. En það er alveg rétt að við stóðum með Önnu Dóru Sigþór Önnu Dóru sem var forseti. Já, forseti, já. Og og við þurfum svo sem ekkert að fara út í það leiðindamál. Það var bara mikilvægt að það kemur upp til þess að leiðrétta og laga ýmislegt sem að betur mátti fara þar. Margir sem gengu ferðafélagina á þessum tíma. Já. Svolítið út af það svona gamalt og svona hefur svona merkilega skírskotun í hugum margra og svona sorglegt. Já, og það er sem sagt ferðafélagið náttúrulega það er löng og mikil saga og er miklu stærra heldur en einstaklingar innan þess. Já. Þannig að það er engar áhyggjur af framtíð ferðafélagsins. Ertu í ferðafélaginu núna? Ég er það. En þá þið komin hana á þennan stað með ykkar eiginlega bara fyrirtæki sem er að þjóna öllum þessum hóp sem hefur verið að fara í gegnum þetta landkönnuða og landvættaprógram. Já, og í rauninni bara þessi hugmynd að þetta sé sem sagt, þetta er þetta sambland af ull og spandexi, þannig að við erum að æfa, við áttum okkur á því að við þurfum að æfa okkur til þess að njóta þess að taka þátt í alls konar útivistarævintýrum og til þess að geta mismunandi útivistarævintýrum og ef maður ætlar að njóta þess að fara í langa skíðagöngu, fjallaskíðaferð, fjallgöngu, hvað sem er, þá verður maður auðvitað að halda sér í forminu. Já. Og það er það sem að við gerum, þannig að við erum með þá æfingar sem eru úti, við erum alltaf úti í öllum veðrum og erum að gera mismunandi hluti. Við erum að æfa okkur í viðhalda þessari hvað ég segja bara viðhalda því að geta hjólað á fjallahjólinu sínu eða farið á gönguskíðin sín og
styrtaræfingar líka og við förum í sjóin í hverju einstu viku. Ég var að skoða prógramið ykkar í gær, ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og bara örugglega eitthvað fyrir alla Já, og svo erum við líka með þessi ævintýri á dagskrá sem eru svona mismunandi, þannig að það alveg bara inn í því hefur köfun og kajak og klifur og þannig að bara þetta pínu, við erum náttúrulega öll sem að komum að þessu erum pínu svona kannski sveimhugar að því leiti að höfum aldrei höfum aldrei kannski ferst í einhverju einu, en þetta líka í rauninni okkur finnst langskemmtilegast að gera fjölbreytta hluti og vera ekki alltaf að gera sömu hlutina, fara ekki alltaf á sömu staðina og vera alltaf aðeins að kynnast einhverju nýju, læra eitthvað nýtt, sjá nýja staði og fara nýja leiðir. Þannig að þetta er svona hugmyndafræðin í þessu. En þetta til? Hafið þið fyrirmyndað þessu einhvers staðar frá? Nei. Þetta alveg einstakt og kannski meiri tækifæri á Íslandi heldur en bara víðast hvar annars staðar í heimi. Við þurfum að hafa svo lítið fyrir því að fara og gera þessa hluti. Eina sem við þurfum alltaf að taka tillit til að veður og aðstæður og þannig að okkur finnst mjög mikilvægt að þegar fólk búið að taka frá einhverja helgi fyrir einhverja ferð. Já, fjallaskíðaferð ég sá að þeir eru með núna á Eyjafjallajökul til dæmis á næstunni. Nei, við erum með fjallaskíðaferð yfir Tindfjallajökul, við erum með ferðaskíðaferð yfir Eyjafjallajökul. Já, ok. En segjum sem svo að þessa helgi bara ekki hægt skýjað og rók Við reynum að hnika kannski eftir dagsfyrr, þá reynum við kannski að hnika og nota hinn daginn, helgadaginn ef að þetta svo leiðis, en við erum líka yfirleitt að þá gerum við eitthvað B-plan, þannig að segjum sem svo að veðri sé vont á Suðurlandi, þá það kannski gott fyrir norðan eða á Vestfjörðum og þá getum við kannski bara tekið fjallaskeiðin okkar og farið þangað. Þetta kallar náttúrulega á, eru þið ekki að gera þetta mjög mikið því hjónin bara heima við eldhúsborðið? Já, ég bara vinn heima, ég með skrifstofu heima og ég bara alla Þú þarfst að vera alveg bara á vaktinni, ég bara alltaf að endinni, uppfæra og mjög flink að lesa í veðurspor og spæja og þetta vinna sem að gott að vera að losna við út í einhver annars að sjá þessa hluti algjörlega og skipuleggja þetta allt saman einhvern veginn, það þarf líka að mér finnst alveg gríðarlega skemmtilegt að fara nýja leiðir og bara teikna upp leiðir og reyna svona Hvað það sem þér finnst langskemmtilegast? Það bara það sem mér finnst bara skemmtilegast í heim, horfa á kort og loftmyndir og átta mig á aðstæðum og hér eitthvað skemmtilegt að skoða og við getum það hægt að fara hérna og svona og eitthvað, þetta finnst mér alveg dásamlega gaman. Hvað skemmtilegasta sem þú hefur upplifað í svona ævintýri, útivistarævintýri? Ég hef fyrir ég fengi stundum það sem ég kalla svona þegar maður planar eitthvað og kemur síðan að því við erum mjög gjarna að plana og skoða eitthvað sem við höfum ekkert endilega farið sjálf. Og þeir eru landkönnuðir, ég meina það verið að fara á nýjar slóðir. Okkur til þess að skipuleggja og plana og finna og út úr þessu og rata og allt þetta. Þannig að við erum mjög ofta að fara á einhverju slóðir sem höfum kannski ekki ferð á áður. Og það sem að mér finnst, ég fæ alveg gríðarlega mikla fullnægju út úr þegar að ég fer einhverja ferð sem ég er búin að liggja lengi yfir og plana og skoða allt og tala við bændur og allt þetta skiluru og svo kemur maður á staðinn og það smellur allt svona fallega. Ég man hvort það var í fyrra þá fórum við á ferðaskíðum sem sagt yfir helgi sem sagt 2 sinnum yfir Vestfjarðakjálkan, gamlar þjóðleiðir. Og við vorum að koma seinni daginn og vorum að fara tilbaka og lendum á gili sem var fullt af snjó og hefur verið svona kannski 3 kilometrar pluss sem var bara svona eins og náttúruleg
flóbraut eða skilur, við vorum öll með púlkur og það var svona frábært og þetta var bara svona við rönnum þarna niður í gegnum þetta gil, alltaf örugg í miklum snjó, það var, ég fekk gæsa þú þar. Þetta finnst mér alveg frábært. Já, svona... Allt gengur upp, allt einhvern veginn smellur saman. Hvað ætlaði að sé svona gott í þessu að svífa svona niður eins og lýsir, sko? Hvað það? Hefur áttaði á því akkur þetta svona ótrúlega þetta líka, maður getur svona farið kannski einhver svona barslegur sveifla. Þú ert ekkert að hafa fyrir þessu, þetta bara einhvern veginn flug. Já, þetta flug og þetta lendir maður stundum í á hjóli líka og það er ein leið upp á Kili sem að er svona uppáhalds hjóla sem ég bara er alltaf, ég bara er einlega á garginu alltaf þegar ég fer þarna bara ríkalega skemmtilega. Já, og gaman að heyra þetta og er einhver svona uppáhalds leið eða ferð eða staður? Nei, mér finnst ofboðslega erfitt að gera upp á milli. Mér finnst eiginlega allt gaman. Já. Já. Hvað sem það er fjallaskíði, ferðaskíði, gönguskíði, fjallganga, hlaup, fjallahjól, allt þetta. Sko, ég er líklegast, sko, Ertu ekki ferðaskíðakona? Já, ég er eiginlega detta í það að vera mest ferðaskíða og svona fara í svona kannski púlkuferðalög líka, mér finnst það ofboðslega skemmtilegt. Það hef ég ekki prófað. Ég hef kannski aldrei skilið sjárman við það líka í kulda og gatti inn í tjaldi. Þú verður að reyna þetta. Við erum alltaf með námskeið sem heitir ferðast og gönguskeiðum. Það sem er bara, það sem er farið í gegnum þetta allt saman, hvernig þú átt ekki að verða ekki kalt og allt þetta og svo er farið í eina nótt og það lifa allir af eina nótt og í gegnum árin það hefur bara ein manneskja komið út úr tjaldinu á mótni og sagt þetta ger ég aldrei aftur. Er það virkilega? Já. En má ég spyrja það einu? Svo talaði ég við hann, ég hitt hann á daginn og ég sagði þú ert alltaf eina manneskjan sem ég segi frá að sért svo eina sem hefur komið út úr tjaldi og hafi ekki hrifist af þessu, ekki fundist þetta skemmtilegt. Þá segir hún nei, veistu, þetta var ég bara eitthvað illa fyrir köllu, mér langar aftur. Þannig að, já. En má ég spyrja þig út af því að það sem er dettur í hug og ég velti fyrir mér er eitthvað svona, ég er eiginlega að gangast við ákveðin svona innilokunarkenndi eða víðáttu fælni eða eitthvað svoleiðis, að þekkjuru það að tilhugsunum að vera bara stökka einhver staðar, þú kemst ekki til burtu. Já, getur ekki komst tilbaka. Og ég get ímyndað mér, þegar ég var að fylgjast með þér upp á Grænlandsjökli, ég bara, hvernig er þetta hægt? Já. Ég myndi þurfa að hafa þyrlu tiltæka til þess að þora í svona Grænlandsjökull, það er svona öfga, eða svona, það er ekstrím. Já. Og það er alveg þannig að það er miklu meira bara verkefni fyrir hausinn að þér, heldur en líkamann. Þetta er úthald, auðvitað, en það er ekki það erfiða er hausinn. Já. Og það er einmitt þetta, það er bæði að komast yfir það að vera fastur þarna á miðjum jökli. Kemur ótti, segðu mér aðeins. Já, ég fæ það ekki, en það er eitt af því sem auðvitað fólk glýmir við. Færðu ekki ótta við bara eins og þú lýstir einhvers staðar og hefur bara verið hræddur og myndir ekki lifa þetta af? Nei, ekki þar. Nei, en sko ég var með greiðlega mikla verki, fekk svo mikla magakveisu og hætti að geta borða og þá missum maður náttúrulega sko bara kraft, já. Og hugsunin maður fer bara inn í sig og eina sem kemst að er bara að duga daginn og þá er þetta bara eitt skref og ég eyddi 2 dögum á þessum jökli þar sem við vorum komin yfir hábunguna og áttum að vera að fara niður en það var svo ofboðslega erfitt færi að maður rann aldrei neitt, þú þurftir að hafa fyrir hverju einasta skrefi 2 dagar þar sem eina sem að ég bara allan daginn var að segja inn í hugunum að mér var þetta er ekki niður í móti, þetta er ekki niður í móti, þetta er ekki og maður verður stundum bara alveg klikkaður svona. Já. En hvernig er að fara í gegnum svoleiðis reynslu?
að vera með hausnum sínum eiginlega að berja á sér eins og þú hefur lýst. Mér finnst þetta mjög upplýsandi og eitthvað sem mér fannst þroskandi. Já. Og það eiginlega það sem að flestir sækja í svona langa leiðangra. Upplýsandi sjálfa þig og þinn huga. Og hvernig þú bregst við. Mér finnst eiginlega líka minn á þér fer bara eftir því hvernig hvað hausinn á þér segir, sko. Wow. Þannig að nefndu dæmi eitthvað uppgötun sem þú gerir. Já, sko, til dæmis bara þegar þú heldur þú getur ekki meira og kemst að því að þú getur síðan alltaf meira. Það er bara sigrar, já. Hvað ætla að sé? Það er viljinn sigrar hausinn eða? Já, þetta þetta er bókstaflega það sem að, ég meina, öll þessi aukning í þessu últra, hitt og þetta, er akkurat þetta. Fólk að sækjast í að fara yfir í rauninni líkamlegu mörkin með því að hafa það mikla stjórn á hausnum á sér, að þú getir það. Og auðvitað margt af þessu algjörlega galið. Fólk ekki að sofa í marga sólarhringa og að skaða sig. Já, og að skaða sig. Þetta ekki heilbrigt, þetta ekki holdt fyrir líkamann. Nei. En ég held að fólk sé alltaf að testa þessi mörk. Hversu mikið þú getur haft stjórn á bara hausinn á þér. Já, hausnum til. Og líkaminn ræður næstu við hvað sem svo framalega sem þú hefur stjórn á hausnum. Þú ert að segja það. Já. Ég held að það skipti bara öllu máli og maður sér þetta líka bara ef fólk lendir í erfiðleikum, ef fólk í útivist lendir í erfiðleikum og lesir mjög mikið af svona sögum með fólk sem hefur verið að lenda í og orðið úti eða hópar sem eitthvað svona. Og það er mjög oft þannig að fólk ákveður að deyja. Það gefst upp. Að það er hugurinn sem á endanum gefst upp. Já, og þetta, ég meina, við vitum þetta. Já, þetta er alveg, maður sér það að fólk ákveður að deyja, sko. Já. Við vitum að fólki, þú veist. Og ákveður að fá sjúkdóma. Bara það er rosalega, en þá ert þú að segja, hugurinn er svo merkilega sterkur og öflugur og stjórnar þessu öllu. Já, og þetta, og það er að kanna þessi mörk er mjög skemmt, eða hvað ég segja, já, það er athyglisvert og það er, mér finnst að þetta var ástæðan fyrir því að ég fór þarna yfir. Ég held að ég myndi ég held að ég myndi kannski finna einhvern stóran sannleik, sko. Það er ekki þannig. En samanber þetta þegar ég eitti 2 dögum í að tauta þetta. Og ég meina þjáningin, þú ert að velja mjög mikla þjáningu. Já, það er alveg þannig. En samt sem áður, ég fór í gegnum í hausnum, ég komst að einhverjum niðurstöðum bara val í lífinu og svona að forgangssetja fjölskyldu og svo framvegis. Er það? Og þú ert komin nálægt einhverjum þáttum lífsins, bara líf og dauða? Já, ég held að þetta sé eitthvað svoleiðis og þú bara áttar það á því hvað skiptir mestu máli. Já. Þannig að eitt af því sem að ég kom út úr þessu var að ég myndi byrja að segja börnunum mínum frá því sem ég hef gert í líf, að ég hef aldrei gert ég á mann sem er rosalega góður sögumadur og hann segir mjög skemmtilega frá og segir sögur af sér og ég áttaði mig á því að ég var aldrei búin að segja neitt frá mér eða hvað ég hefði gert. Wow. Þannig að ég vildi koma því áfram, ég vildi hitta alla fjölskylduna mína meira og þannig að það var kannski litlir hlutir sem hann hnikuðist aðeins til. Og hefur gert þetta? Ég hef gert það. Sögurnar. Já, ég er að reyna það. Ég er ekki eins góð, þannig að þau eru pínu óþólum og þegar ég fer á stað og segja, haltu áfram eða þú talar svo hægt eða einhvern veginn. Já, hvað segir þér? Þetta þarf að gera til að æfa sig. Já, æfa sig í þessu svo öðru. Já, algjörlega. En þessi, bara svona aðeins hnykkjum á þessu með, það verður engin stóri sannleikur en svona að þú næra þarna utanum
hvað skiptið mestu máli í lífinu og hvað þið langar að laga og breyta fyrir þig og þína. En hvernig fer þetta með líkamann? Hvernig þetta eftir svona löng, ströng átök, að þetta voru alveg 30 dagar og langir dagar og og alltaf í þessum ofboðslega kulda, það var óvinni kalt þegar við fórum hérna yfir. Ég var mjög lengi að jafna mig og miklu lengur heldur en ég eiginlega gerði mig grein fyrir. Ég var meira að segja búin að plana það þannig að ég ætlaði að fara í einhverja brjálæðislega langa jöklagöngu hérna á Íslandi þegar ég kem tilbaka sem betur fyrr datt hún upp fyrir. Það var bara ekki vitleis að plana svona þétt. Maður leyfir sér ofta ekki að taka hvíldina. En þetta á einhvern hátt gott fyrir líkamann? Líkamann? Ég hreinlega veit það ekki, veistu það? Mér finnst gott að vita eins og núna, hvað ég segi, ég var núna síðasta föstudag og vorum að taka fyrsta út í naglan sem er svona eitthvað svona þrautir sem við erum með svona 4 þrautir en alltaf mismunandi á hverju ári. Já. Og þetta var ferðaskíði og við vorum að fara 33 kilometra, fórum frá Stengusvíðaheiði og yfir á Þröskulda sem var B-plan. Og þetta er langt og mikið og þetta er erfitt á ferðaskíðum, svona löng vegalengd. Og þú veist meira en aðrir, þú getur þetta. Já, maður veit að maður getur þetta og eftir ég hugsaði þegar við vorum komin niður og ég hugsa það er vellíðunartilfinning, maður hugsaði já, það er gott fyrir mann og ég held að það sé gott fyrir líkamann og þeir eru að spyrja hvort þetta væri gott fyrir mann. Það er gott fyrir mann að fara stundum yfir þessi hefðbundnu mörk, vera aðeins lengur á leiðinni. Það reyndar, það ekki, rannsóknir sem að þú þekkir nörgulega betur en ég, sem sýna að við þurfum að ögra kerfin okkar til þess að það fari í svona gýr að, ég þarf að halda þessari konu á lífi, hún að gera alls konar ögrandi. Þess vegna þurfum við þurfum stundum að fara í gegnum pínu þjáningu, okkur þarf að vera pínu kalt, það er allt í lagi að vera stundum smá svangur. Og þess vegna fólk að fasta og stundi sjónum og svona reyna að gefa sér einhvers konar búst í hinn og þessu. En þetta, ég finn það er gott af og til að fara aðeins í lengra, aðeins út fyrir. Þetta voru meiri svona, þetta var lengri dagur og aðeins meiri átök heldur en að öllu jöfnu og maður hefur gott að því. Og allir lifðu af. Allir lifðu af og allir kátur og glaðir og endað bara í norðurljósum og dásamlegt. En en maður þarf að æfa sig fyrir þetta. Maður þarf að vera tilbúin til þess. En þetta líka, þetta andlegt gott vegna þess að maður er svo ánægður eftir, þetta gat ég. Og þetta gefur manni heilmikið sjálfstraust og heilmikið búst inn í bara, geturðu sagt mér eitthvað dæmi það kannski einhvern sem hefur komið hana inn, kannski, þú þarft ekki að nefna henni upp, en ég bara, þú veist, hvort þú getur lýst í hvaða sem getur gerst. Það eru alveg fjölmörg og þetta er það sem mér finnst það eiginlega skemmtilegast af öllu, Það þegar að fólk kemur og það að byrja, það óöruggt, það kann ekki og svona langar, en ekki alveg viss og síðan þegar að maður sér bara glampan í augunum og fólk byrjar að koma aftur og aftur og til dæmis eins og í gegnum þessar landvættaþrautir hvað það voru margir sem að voru í rauninni að uppgötva einhverja nýja hlið sem að fólk hélt síðan áfram að næra. Þetta var orðið að svo stórum bara parti af lífinu. Þetta var náttúrulega bara verður einhver umbreyting á lífi fólks. Já, þannig að þú finnur hvað þetta nærir og þú heldur áfram að sækja í þetta og síðan fer fólk í allar áttir. Það fer, þú veist, sumir hafa farið bara aftur inn í þríþrautir og eitthvað svoleiðis, aðri fara í bara ofurhlaup eða hitt og það, alls konar. En þetta ég sé
það er ég að sjá fyrir mér einhvern sem að getur verið að hlusta á okkur sem alveg situr í sófanum langar en hefur ekki alveg kjarkinn til að stíga skrefi heldur hann get ekki, sé ekki nógu góður og eitthvað svona. Það er ofboðslega mikið fólk heldur að það verði dragbítur, það þurfa að koma sér í form áður en það kemur. Sko, við erum reyndar alveg 3 ári erum við alltaf með byrjanda sem heitir bara úti 101 og svo sem heldur utan það Kristín Ýr Lyngdal og hún er náttúrulega bara einhver mesta fyrirmyndi svona sem maður getur hugsað sér að því að hún er sjálf búin að fara í gegnum með mitt, byrjaði í Landvætta og er núna bara farin að stunda alveg alla útivist og var kannski bara í sófanni sjálf já. Maður heyrir alveg sögur eitthvað sem hafa verið að glíma einhver veikindi, astma og eitthvað svona fara stað og einhvern veginn fá heilsu aftur sem er ótrúlega áhugavert hellinga fólki og alls konar það er líka það er sem sagt nokkra konur sem hafa verið með sem eru með vefja og svoleiðis gigta tilvík og þannig að það er bara þið veitið á svo góðan stuðning og þegar ég hef nú komið þarna til ykkar og það er einhvern veginn, þetta er alltaf auðveldara heldur en maður gerir sér maður miklar þetta alltaf fyrir sér algjörlega, maður er alltaf búin að samfara sig að maður sé ekki nógu góðu formi og maður verði dragbítur og maður verði aftastur og það verði hræðilegt og eitthvað svona. En má ég út af því að við nefndum hann Úganda og við erum svona, mér finnst þetta sem sagt þessar upplifanir þínar eða reynsla þín hafa svona mikla skírskotun í allar áttir. Þar, þú veist að segja mig frá því bara þegar við setjumst niður að þú varst nær dauðan lífi bara fyrir stuttu síðan. Já, þetta er þannig að systir mín og mágur og þau búa í Úganda og vinna og eru að flytja þaðan búin að vera þar núna í 3 ár. Þannig að þetta var eiginlega svona síðasti séns núna að fara á heimsækja þau og systir mér búin að finna þarna verðugt verkefni fyrir okkur sem að þetta er 3. hæsti tindur Afríku og hæsti í Úganda þetta er Rúensóri fjallgarðurinn og Margarita Peak er hæsti tindurinn og þetta er mörg háfjöll þarna í einni svona þyrpingu og þetta er einn af örfáum afrísku jöklum sem að þarna eru. Þannig að þetta er maður á ekki vona á þessi jöklar í Úganda. Nei, akkurat. Og þetta er mjög erfið ganga, þetta er löng ganga, þetta eru 7-8 dagar upp í hæð. Og farið þau með ykkur? 5.300, systir mín. Þannig að við erum 3 sem að förum, ég, maður minn og systir mín og svo er þetta tæknilegt líka. Þetta er erfið ganga, maður er helmingina tímanum þurftum við að ganga í stígviljum vegna þess að við erum að ganga yfir algjörar mannætu mýrar bara sem svona soga mann ofan í og síðan er mikið svona klifur eða klöngur öllu heldur, ekki klifur beint en svo þurfum við líka að fara og júma okkur sem sagt föst í línu upp og niður og á jökli þannig að við erum að bera ísbrotta og ísaxi og belti og alla græjur til þess að fara síðan upp jökulinn sem er snarbrattur alveg snarbrattur og þið eru ekki með leiðsögumann? Jú, við erum með leiðsögumann þú ferð ekki þarna öðruvísin við erum með leiðsögumann þannig við erum með stóran hóp í kringum okkur já, algerlega marga leiðsögumenn? Já, elskan, þarna er þetta er bara skylda, þetta er bara þú ferð ekki þarna inn öðruvísin að vera með þennan svona leiðsögumenn og hóp í kringu þig og það eru burðamenn og það er allt maður ber sinn dagpoka en það er, þetta er algjört lúksus að því leyti og það er gist í skálum skálarnir eru reynda þannig að þeir eru ekki góðir og það blæsi gegnum það og svona alls konar og það sem kom okkur öllum gríðarlega óvart að það er kalt það er bara bókstaflega ískalt
það maður þarf sko við Og þið eru koni svo mikla hæð. Já, við erum að bera með okkur svefnpoka og við þurftum bara, við sváfum í ullafötum og prímalofti og bara ofan í svefnpokunum. Bara eins og Grænlandsjökull. Já, þetta var bara... Í Afríku. Já, og svo þetta, já, þannig að þetta, ég var svo óheppin að bara á öðrum degi að það fæ ég matareitrun. Og þetta byrjar aðeins að draga af manni þegar maður er bara alltaf á klósettinu og eitthvað svona, og svo tek ég einhverja stopptöflu og eitthvað, en þetta heldur bara áfram, þetta lagast ekkert. Og ég næði að toppa og við náðum bara öll að toppa og það er mjög fræg, það var mjög hlægilegt að uppi á toppnum þá segir snýið mér, ég er í algjöru bara adrenalinkasti, þetta var æðislegt, þetta er æðislegt útsýnið þarna og þessi leið er frábær, maður er að ganga gegnum sko svo mörg gróðurbelti og þetta er ofboðslega fallegt og þegar komum upp þá segi ég við systur mína að því við hefum haft mestar áhyggjur á hæðaveiki og eitthvað svona og ég segi bara við erum bara gerðar fyrir þetta háfjallalíf og ég var alveg bara þvílíkt hálftíma seinna á leiðinni niður og þá var ég bara eins og ég var bara sprungiblara. Þá þetta er bara eins og ég var að tala um á ég hélt mér gangandi upp á topp. Já. Svo voru 2 dagar niður aftur og ég var ekki alveg búin að gera ráð fyrir því inn í hausnum á mér af því ég var alltaf bara með við toppin. Já, hausinn var þegar hann búið með toppin, já, þá ákvað hann að nú var ég búin að nota alla orkuna og nú ætti ég að hvíla mig. Og þannig ég þurfti að endurstilla allt saman en þetta var eiginlega þannig að á leiðinni niður að þá bara voru þau í því að þau hjálpuðu mér að klæða mig, þau bara settu mat upp í munnin á mér. Ég talaði ekki af því það var ómikil orka sem fór ég að tala. Hvað? Þannig ég var bara að setja annan fót fram yfir hinn. Og varstu ekki hrædd þarna? Nei. Akkur ekki? Hvað? Ég var ekkert að fara að deyja þarna. Nei, þú vissi það? Já, þetta var bara... þú veist, mér langaði helst náttúrulega bara til þess að leggjast niður og svo var ég 3 daga sko eða eitthvað. En þú veist, svo kemur í ljós að þetta er ekki bara matareitrun, þetta voru amöpur, 2 típur af amöpum, veirusýking og ofan í allt saman að þá endaði ég með sko eitthvað magasár. Þannig að ég var alveg ofboðslega veik í kjölfarið, já, og lá mjög, mjög lengi. Úti eða? Já, fyrst úti að því við komum ekki heim alveg strax, ég var og svo bara einlega heima yfir jólin og fram í janúar og þú veist þetta bara, en ég var rosalega ánægð með mig að því ég leyfði mér að taka þennan tíma og jafna mig. En segðu mér amöpur, voru sníkjudýr í meltingar? Já, og þú veist, það ein sem er mjög algeng og eiginlega bara allir fá, þetta er bara eitthvað svona þú ert viðkvæm öruglega kannski. Ég er það líka, já. Svo var einhver svona móður amaba sem er sjálfgjafiri en aggressívari. En nú er ég aftur sko svo áhugasum hvað gerist í hausnum, að það verði ekki ótti og skelving og þú veist, þú ert með einstakt þarna öryggi einhverja. Já, sko þau voru náttúrulega bara sáu mig algjörlega sem svona næst mér. Já. Og síðan voru þau hrædd? Nei, ég held ekki sko. Aldrei, eigum að kalla þyrlu eða? Það er ekki hægt. Það var ekki hægt? Nei, það er ekki möguleiki, þannig að hún leifir því ekkert að koma inn í hausin á þér, það er bara ekki hægt. Já, það verður bara að klára þetta. Já, það verður að klára þetta. Það þetta hægt að láta bera þig niður, en ég myndi nú frekar bara að drepast að láta bera mig niður. Þú ert ekki trætt í dauðan sem þetta? Jú, en... Nei, kannski ekkert eitthvað ég var aðeins spáð í honum ég er meira sátt við hann. Já. En þarna og síðan eru þessir leiðsögu fólkið þarna er frábært. Já. Þannig að þau þekkja þetta algjörlega. Þetta eru að gesta á þess. Já, og heldur svo fullkomlega fallega utanum þetta allt saman og tóku stóru ákvarðanar
þú veist, við erum ekki að fara hér, við ætlum að hérna, við ætlum að reyna að komast í þennan nætustað og getur komist aðeins lengra áfram. Lærðu þið eitthvað af þessu fólki? Segðu mig hvað fólk að vinna við þetta? Já, þetta eru heimamenn sem að eru sem sagt, og flestir bara koma úr þorpunum undir fjallgarðinum og sko fólk sem að hleypur þarna upp á hverjum degi kannski. Já, það er bara, og það er sko já, þetta er og mikil, þetta er mikil sko, að því þetta er svo tæknilegt fjall, að það er mikil menntun sem að felst í því að kunna að setja upp línurnar, passa fólk í öllum þessum aðstæðum og þessu brattlendi og það er bæði jökull og sem sagt klettaveggir sko. Þú veit að segja bara að það alast þarna upp og venjast í að búa við þessar aðstæður. En svo líka er bara þau fara á ákveðin öryggisnámskeið og viðhalda þessari þekkingu. Og það er alveg svona system þar sem að þú vinnur þig upp í gæta mennskunni. Þannig að þú kannski byrjar að vera burðamaður og elda og endar á því að leiða. Já. Og lærðu þið eitthvað, segir? Er eitthvað þarna sem að við, eða kannski á það ekkert við á Íslandi, og kannski bara við þarna? Sko, það sem ég varst ofboðslega fallegt þarna var virðingin fyrir náttúrunni. Já. Og það, sko, það mér fannst bara svo mikill samhljómur einhvern veginn í því. Hvernig þá? Það er eiginlega talað um náttúruna sem mannesku. Já. Og þú passar upp á og það eru alls konar svona, þetta er pínulítið líkt Íslanda að því leiti að það er fólk sem að býr í öllum, þú veist, stokkum og steinum og það eru andar og þú þarft að sýna tilhlýðilega virðingu. Nefndu dæmi hvernig? Sko, eitt af því hann kannski svolítið tók okkur langan tíma að venja okkur að þeir benda aldrei. Það má ekki benda með fingri á fjall vegna þess að það er ögrun eða dónalegt, þannig að það má gera svona með bognum fingri. Það er einhver hjátrú. Já, þetta er svona hjátrú einhver sko. Og þetta snertir virðingu fyrir fjallinu og andanum. Þannig að það er svona ýmislega svona smá sögur svona hér og þar sem að mér finnst það alveg gríðarlega fallegt. Og svo bara þessi endalausa þolinmæði. Já. Það er ekki verið að komast neitt eða fara neitt eða drífa sig. Og með alla þessa, þú veist, músungur sem er orðið yfir útlendinga sko, sem að bara, þú veist, svo vitlausu túrista, hvítu túrista sem koma og, þú veist, kunni ekki neitt og fá náttúrulega bara, er kalt og þú veist, eru að rembast við Hadavíkina og allt þetta. Að það er endalaust þolinmæði að kenna og leiðbeina og halda utanum og passa upp á, sem er mjög fallegt. Ég er nú fegin að lifið þetta af og kannski út af því að við erum að fara að enda þáttinn, er einhver stór ævintýri framöndin, einhver draumur sem á eftir að rætast, þetta er það sem ég ætla að gera á nýtt degi? Wow, sko, já, ég er búin að langa til þess að ganga Pýrinea fjallgarðinn sem sagt frá Atlantshafi og yfir á Miðjarðarhaf í langa tíma og ég er að reyna að koma því þannig fyrir ég geti gert það næsta ári og það eru svona alveg 50 dagar með þá í rauninni svona nánast allt á bakinu. Að því mér langar til þess að fara leið sem er svona háfjallaleiðin þar sem að maður er eiginlega kemur voðalega lítið við í skálum eða þorpum. Og af hverju langar þið þetta? Mér finnst eitthvað svo ofboðslega nærandi þetta að vera marga daga í einu. Þegar að lífið, maður bara dettur út úr öllu og lífið fer bara að snúast um það
að koma sér frá A til B, að næra sig og sofa og maður vaknar með sól, maður sofnar með sól og það kemst, þetta er bara einhver algjör núvitund. Þetta er auðvitað lengra heldur en ég hef nokkur tímann farið í svona. Hvað eru farið lengst? Það sé ekki Grænland 30 og með allt á bakinu þar sem maður er að ganga, það er nú kannski svona 10 dagar eitthvað svo leis, ekki meira en það. En já, þetta er eitthvað svona sem ég langar til að gera. Ég get ímyndið verið sér endalaust ævintýri sem að bjóðast í þessu. Svo sko, eitt af því sem að líka mjög ánægð með að hafa komið á koppi núna því að áður en við fórum til Uganda þá fórum við við erum búin að vera ætluðum fyrir COVID að vera með ferð til Indónesíu. Svo kom COVID og öll þau sambönd sem að við vorum búin að koma okkur í þetta einhvern veginn riðlaðist allt saman þannig við fórum aftur til þess að skipuleggja og það verður svona köfunaferð þar sem að fólk fer og tekur köfunanámskeiði sitt og þannig að það verður alltaf að vera eitthvað svona sem maður er að eitthvað maður er að læra meira og nýtt og frábært. Þannig að ég hlakka mikið til þess. Já, það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi. Ég ætlum bara að þakka þér fyrir samtalið og fyrir allt þitt framlagi að drífa okkur upp úr sófanum. Ég fengi að njóta góðs af því og mjög þakklátt fyrir það. Og eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei, ég bara þegar maður ekki bara segja eins og við segjum alltaf á vefsíðinu, vert úti. Vert úti? Já. En þeir eru inni núna og við ætlum að kæja okkur hérna og hvetja ykkur til að fara út. Takk fyrir í dag. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.